gólfið ræktunarbú ársins, fulltrúa frá ræktunarbú ársins 2021 og það var eins og við vitum öll Garðshorn á Þelamörk. Hér eru fulltrúar þeirra Agnar Þórs og Birnu Tryggvadóttur Thorlacius sem að heftu hinn eftirsótta titil að vera ræktunarbú ársins og það verðskuldað. Já, ef við ekki aðeins að kynna Gísli áður en við höldum áfram hvaða hestar þetta eru og knapar. Daniel Jónsson fer hann fremstur í flokki á Adrian frá Garðshorni. Magnaður hestur, sigurvegari landsmóts, sigurvegari fjórðungsmóts, 9,5 fyrir tölt. Einstaklega góður hestur utan Elding og Lambanes og Hágang frá Narfastöðum, verður til notkona í Efri Rauðarlæk í sumar. Og svo er það Sirkus frá Garðshorn á Þelamörk, einnig landsmóts sigurvegari 2016 í fjórðundraflokki. Knappi á honum er Hinrik Bragason. Og svo er það Kastor frá Garðshorn á Þelamörk, meðal annars með 10 fyrir skeið. Og knappi á honum er Konráð Valur Sveinsson. Já, Kastor undan Kiljani frá Steinnesi og Vissu frá Lambanesi. En Agnar Þór og Birna hafa stundað ansi myndarlega hrossarækt til margra ára. Og kannski vekur svolítið athygli að þau eru ekkert alltaf með mikinn fjölda af ræktunarhrissum en ótrúlega mikill fjölda af þeim folöldum sem að fæðast mæta til dóms. Og kannski engin tilviljun hjá þeim að þau eru oft á ofboðslega ungum hrossum. Yfirleitt er meðalaldurinn kringum 4,2 ár sem er alveg einstakt. Ef við ekki að klappa svolítið vel fyrir Garðshorni á Þelamörk og þeirra frábæru hrossarækt og þetta er brota af þeim hestum sem þau hafa verið að rækta. Ég held í ljúgu engum að þau hafa verið tilnefnd bara 6 eða 7 sinnum núna síðust árin. Og ef ykkur hefur áhuga á, þá var N4 með svolítið skemmtilegt viðtal við þau daginn þar sem þið getið séð aðstöðuna þeirra glæsilegu sem þau eru að byggja upp. Það fannst mér bráð skemmtilegt. Birna þar fremst í flokki með hestaskóla fyrir yngri kynslóðina og allt í gangi. Duglegt fólk sem leggur enga vinnu fyrir sig, gerir sitt allra besta og þó þau séu ekki ríðandi þá veit ég að þau eru í salnum og nú skulum við fá þau fram á gólf. Agnar Þór Magnússon og Birna Tryggvadóttir. Svona gerist ekki nema með vinnu og dugnaði, höfum það alveg á hreinu. Til hamingju með ykkar stórkostlegu hrossarækt. Svakal eru þið fín í tauginu. Það hefur verið gaman að sjá þau á hestum en við gerum það bara á landsmótinu í sumar. Þar veit ég að þau komið með fullan trailer af ungum og efnilegum hestum. Já, gaman að fá þið hér inn á gólfið. Það er Guðni Ágústsson sem ætlar að veita þeim blómvönd fyrir ræktunarstarfið. Og yfirlýst markmið hjá þeim Birnu og Agnari er að rækta bráðgera alhliða gæðinga sem þau hafa gaman af. Og ég held að það sé allt í lagi að við aðeins tegjum úr okkur, stöndum á fætur og klöppum þeir fyrir þessum ræktundum sem að koma hér að norðan til að hitta okkur. Innilega til hamingju. Agnar Þór Magnússon og Birna Tryggvadóttir. Það væri nú bara einhver vegi að fá þau til að hlaupa í gegnum höllina. Ég veit að Agnar færi létt með það. Já, gömul fótboltahetja. Garðshorn á Þelamörk. Tónlistin í botn. Daniel Jónsson er kominn í seiðandi snúning. Hinrik Bragason ekki síður velríðandi. Og ef þið voruð eitthvað spáið í, þá já, þau rækta sko vöku hross. Það þarf eiginlega að opna hurðina við hliðina á líka. Fyrir norðan er Agnar vanur að ríða í gegnum hurðina í svona sýningu. Og nú skulum við sjá hvort fer hraðar. Flugvökru hestandir eða Adrian sem er alveg einstaklega rúmur hestur.
Það má alveg klappa þá aðeins í gang, trekkja þá í gang. Já, Daniel Jónsson, Adrian, þetta er töff, þetta er alveg óbúslega hratt töff. Sirkus, Hinrik Bragason, flugvaggur. Konráð, hinn flugvagri og Kastor. 10 fyrir skeið.